næst síðasta mál á dagskrá og leggjum fram fundargerðir borgarráðs frá því 3. mars og við leggjum fram fundargerðir borgarráðs frá því 10. mars. Hér þarf að bera upp ansi marga liði og borgarfulltrúi Júlíus Ingvason óska eftir því að taka til máls undir þessum lið. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það nokkuð álið á þennan fund og ég ætla samt engu að síður aðeins að tæpa á þessum liðum 10-15 í fundargerðinni þar sem að verður að fjalla tónlistarskólana. Það eiginlega ekki hægt að skilja við fundinn nema aðeins að taka utan það mál vegna þess að staðan ennþá svo alvarleg. Eins og væntanlega formað skólafrístundaráðs kannast við, þá vorum við hér í desember árið 2014 með mikla umræðu tónlistarskólana og fórum með lofan í það. Ég hvatti meirihlutann til þess að sinna þessum málum og fara að taka þetta af alvöru, en það verður því miður að segjast eins og að það virðist ekki hafa tekist. Staða skólana ennþá eins alvarleg og ég reikna með að þeir sem í skólafrístundaráði kannast við og þeir sem í borgarráði líka. Það hreinlega svo að sumir skólana sjá ekki fram á það að rekstur þeirra muni halda áfram og hafa miklar áhyggjur af því með hvaða hætti unnið úr þeim samningum sem að gerðir hafa verið milli ríkis og borgar. Ég kannski byrja því samt sem áður að minnast á það að það er ekki meira áhugi fyrir þessi málaflokki en svo að 2. febrúar árið 2016 fengum við borgarfulltrúar og Sjálfstæðisflokks svar við mjög einfaldri fyrirspurn. Fyrirspurnin var einfaldlega hversu margir stunda nám í tónlist í Reykjavík. Maður nú búist við að svar við slíku gæti komið samdægurs þess vegna. En það var nú svo að við bárum fram þessa fyrirspurn 11. desember 2014. 11. desember 2014, mitt í tengslum við þessu umræðu sem hér var. Og 2. febrúar 2016 kemur svar við henni. Og þá náttúrulega kemur í ljós að nemendum fer fækkandi. Þeim fer fækkandi árið 2010 eru 3.232 nemendur í tónlistarskólum í Reykjavík. En árið 2015 eru 2.788, sem sagt 3.232 í 2.788. Má eiginlega furðu sæta að þau skulu þó vera þetta margir, miðað við það hversu skólagjöldin hafa hækkað. Og það auðvitað niðurstaða þess alls að skólagjöld í tónlistarskólum hækka á þann veg að meðal fjölskyldur eiga mjög erfitt með, eða kannski útilokað með, að senda sín börn í tónlistarnám vegna þess einfaldlega að þetta orðið allt of dýrt. Og við sjáum það að þetta byrjar allt með þessum ólánssamningi sem að gerður var árið 2011 þar sem að bersýnilega Reykjavíkurborg umfram önnur sveitarfélög, sem nú merkilegt að Reykjavíkurborg hún ákveður það að túlka samkomulagið með þeim hætti að hún sé vegna samkomulagsins laus undan ákveðum skildum sem felast á í því að Reykjavíkurborg ber ekki að greiða með nemendum sem eru á framhaldsstigi eða á miðstigi söng og framhaldsstigi söng. Og það bara staðreynd. Þetta samkomulag sem að gekk út frá því að ríkissjóður veitti árlegt framlag upp á 480 milljónir en að Reykjavíkurborg eða sveitarfélögin myndu taka á sig önnur verkefni sem að metin yrðu á 230 milljónir. Og maður velti fyrir sér að því að þessi listi yfir þessi verkefni kemur fram síðan í framhaldssamkomulagi sem að gert 2014, í mars 2014. Að þá sem sagt það verið að fjalla tónlistarmenntun. Það verið raunverulega að fjalla framtíð tónlistarlífs á Íslandi. Það ekkert minna en það. Og við erum svo montin af þessu tónlistarlífi og við megum vera það. Við megum vera montin af því tónlistarfólki sem að hérna að vaksa úr grasi og hefur verið að eiginlega gera garðinn frægan. Og það á öllum sviðum tónlistar. Og ég held að allir góðu tónlistarmenn
þeir vilja kynna sér alla tegund tónlistar. Þó að til dæmis Sinfóníuhljómsveit Íslands var hjá okkur í menningar- og ferðamálaráði bara í gær, þar sem að gestir góðir komu, framkvæmdastjóri Sinfóníunnar og markaðsstjóri og fóru yfir það hvernig gengur í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Og það svona styttri útgáfan af því það gengur alveg rosalega vel. Það uppgangur, það aukin áhugi, það yngra fólk að koma og fjárhagurinn betri vegna þess að það hægt að selja fleiri miða. Það fer úr sem sagt hámarki 900 í Háskólabíó upp í 1800 þegar mest í Hörpu. Og sem betur fer þá stór meirihluti Sinfóníuhljómsveitar Íslands, fólk sem að lært hefur á hljóðfæri hér á Íslandi og hlotið síðan framhaldsmenntun markvert í tónlistarskólum erlendis. Haldið svo fram sem horfir, þá mun væntanlega íslenskum tónlistarmönnum fækka hlutfallslega og erlendir tónlistarmenn taka við, því miður. Ég ekki þar með að segja að Sinfóníuhljómsveit Íslands verði eitthvað verri, en hún verður skipuð öðru fólki en Íslendingum og þá má kannski fara að velta fyrir sér, það Sinfóníuhljómsveit Íslands? Þetta getur orðið löng umræða vegna þess að þetta áhugaverð umræða að því að leið og það mikilvægt að við getum rækt upp okkar eigin tónlistamenn, þá líka mikilvægt að þær verði fyrir erlendum áhrifum og kynni sér strauma erlendis. En Sinfóníuhljómsveit Íslands bara einn hluti af þessu öllu saman, en hún skiptir miklu máli vegna þess að eiginlega allir tónlistarmenn íslenskir sem starfa í Sinfóníuhljómsveit Íslands hafa numið við tónlistarskólann í Reykjavík, sem elsti tónlistarskóli starfandi á Íslandi, sem stofnað var 1929 og sem á núna ásamt söngskólanum í Reykjavík í mesta rekstrarvanda af ástæðum sem snúa að mestu leyti að okkur sjálfum. Það að segja meiri hlutanum hér í borgarstjórn. Það bara staðreynd. Hvaða máli skiptir tölvumiðstöð fatlaðra, endurmenntunarsjóður grunnskóla, námsgagnasjóður, sumardvalarheimili Reykjadal, vistheimilið Bjarg, varasjóður húsnæðismála fyrir tónlistarlífið á landinu? Af hverju þarf ríki og sveitarfélög að vera eitthvað að mér finnst að víla og díla, braska með það hver tekur hvað þegar við ræðum tónlistina? Af hverju ekki bara rætt tónlistina og ákveðið það að setja pening í tónlistina? Af hverju þurfum við að ræða málefni, öll prýðileg málefni og ekkert þeirra vilja gera lítið úr, en sem skipta engum máli í þessu samhengi? Annað en það bara að það verið að víla og díla og menn að halda utanum einhverja sína stöðu og alltaf dregst að ganga frá því að tryggja skólanum rekstrar öryggi til framtíðar. Að það sé ekki þannig að skólastjórar stærstu tónlistarskólana, við skulum segja höfuð tónlistarskólana, eins og félag FIH, tónlistarskóli FIH, söngskólinn í Reykjavík, tónlistarskólinn og reyndar aðrir mjög sterkir og góðir skólar. Tónlistarskóli Sigursveins til dæmis mjög sterkur og fínn skóli. Af hverju þurfa þeir að vera í þessari óvissu? Og þá veltum maður því fyrir sig hvort það geti verið það að þessi tónlistarskólar eru ekki á vegum Reykjavíkurborgar, heldur við byggja á samningum við Reykjavíkurborg, að þess vegna skiptiði bara minna máli. Fjarlægðin meiri og þeir sem hér eru innan dyra í meira hlutanum, þeir hugsa bara þeir verða bara að hugsa sig, við hugsum okkur. Þetta nú þekkt líka ríkisins megin frá, þó ég ætla ekki að fara út í það. En þetta var líka akkurat sem gerðist í tíð Erlistans með einkareknu grunnskólana, sem voru algjörlega að gefast upp í lok þess tíma þegar að Erlistinn fór nú loksins frá. Og þá segja náttúrulega sumir skólastjórar við mig, það er miklu betra að ganga bara hreint til verks, slá okkur af og byrja upp á nýtt og Reykjavíkurborg bara taki það að sér, ef hún heldur að það sé eitthvað betra. Það auðvitað hægt að finna ýmislegt gott við það að sveitarfélag reki tónlistarskóla og það auðvitað gert í flestum öðrum sveitarfélagum í Reykjavík, þó ekki öllum, en það var komin hérna fram hjá borgarfulltrúaskóla Helgasyni að Kleppurskóli með eina borgarrekna tónlistarskólan sem auðvitað áhugavert út af fyrir síðan á sér sína sögu.
það að tónlistarskólarnir í Reykjavík skuli vera reknir sem einkareknir út af fyrir sig, það ákveðnir kostir við það. Kosturinn fyrst og fremst fjölbreytileiki. Ég alveg að taka því. Ég verð að taka það til máls aftur. Og þær fréttir helst að héðan úr pontunni að ég alveg að detta út úr tíma, sem ekki gott, því að það margt ennþá eftir að ræða í sambandi við tónlistarskólana. Ég vil segja það, ég ætla ekki neinum að vilja ganga þannig til verks að tónlistarlífi hér sé alveg heljarþröm. Ég bara ætla engum það. En engu að síður það svo að með verkum sínum hefur þessi meirihluti valdið því að sumir tónlistarskólar munu hugsanlega aldrei ná sér aftur, munu aldrei ná fyrri styrk. Af því að það að bæta við framlati þeirra mun ekki duga. Það búið að skræla það þannig innan og það dugar ekki til. Ég mun taka svo aftur til mál sér eftir, vonandi verða fleiri til að ræða þessi mál. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það eru nokkur mál hér sem tengjast tónlistarskólanu, þar segja að það eru nokkur erindi frá tónlistarskólum sem að þarf að afgreiða og við munum gera það munum afgreiða það, bóðum þetta bókun undir hluta þeirra liða, en það sem ég langar kannski aðeins að segja varðandi þessi tónlistarskóla mál já, þetta er auðvitað ólánsmál, ég tek einlega undir það að mjög mörgu leyti og auðvitað engum einum að kenna. En þetta snýst fjármagn og þetta snýst það að við viljum meina að það hafi verið með samningnum 2011 þar kemur til fjármagn sem er ætlað að standa undir framhaldsnámi og miðstigi í söng og við ég skil svo sem ekki hvernig mátti ætla annað. Það var hugmyndafræðilega, held ég að flestir séu sammála það að það sé rétt að skipting tónlistarnáms milli ríkis og sveitarfélaga sé með sama hætti og annað nám. Það er að segja fornám og grunnnám, miðstig hugsanlega einhver leyti sé hérna á vegum sveitarfélaga og framhaldsnám á vegum ríkisins. Og það er auðvitað hugsunna bak við það er raun og veru svona ákveðin jafnréttishugsun, það er að jafna aðstöðumun og það var auðvitað markmið samkomulagsins að hluta til 2011, jafna aðstöðumun. Ég ætla svo sem ekki að rekja í smáatriðum það sem að hefur farið fram. Þetta hefur verið töluvert hringavitleysa og síðastliðið vor var sem er að verða ár síðan voru gerða tilraunir til að útbúa svona við getum sagt björgunarpakka fyrir tónlistarskólana. Það voru samtök sveitarfélaga sem stóðu að því ásamt ríkinu og jöfnunarsjóði. Þar var ætlunin að Reykjavíkurborg myndi leggja fram nú svíkur minnið mig 120 milljónir líklega, ríkið annað eins og jöfnunarsjóður 30. Ég var aðeins, hún var svo margt klukkan að talna minni farið að bregðast mér. Nú erum við með fyrir á þessum fundi viðauka við fjárhagsáætlun þar sem að við erum að samþykkja 60 milljóna auka framlag til tónlistarskólann í Reykjavík. Við erum að leggja til að fjárheimildir skóla og frístundasviðs verði hækkaðar þá upphæð og þetta í sjálfu sér í tengslum við þennan björgunarpakka. Við erum að
vona að þessi upphæð, þó að þetta sé ekki allir þeir peningar sem hafa búið að ræða að kemja inn í þetta, en þá eru þetta peningar sem að skipta verulegu máli inn í rekstur þeirra tónlistarskóla sem að standa illa og við vonum náttúrulega að það verði hægt að bara klára þetta, þó ekki sínum að þetta byrjunarsamkomulag formlega sem allra fyrst og síðan verði hægt að klára þessa verkaskiptingu eða ábyrgðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem allra fyrst, því að það er nauðsynlegt að gera það og ég held að varandi það sko að fólki sé alveg sama þessa, að borgarfulltrúum sé alveg sama þessa skóla af því að þeir eru einkareknir, það er nú ekki, það er nú allavega ekki já, ég fullyri bara að það sé ekki svo og skólarnir eru auðvitað margir, það eru 18 tónlistarskólar í Reykjavík, þeir eru burðugir fjárhagslega, sumir eru í prýðilegu rekstri, aðrir eru í töluverðum erfiðleikum og við verðum auðvitað líka að greina það aðeins hvaða skólar það eru sem að eru í vanda beinlínis vegna þessara þessara deilu ríkis og sveitarfélaga og svo eru hugsanlega einhverjir skólar sem eru bara ekkert í góðum rekstri og það þarf auðvitað að finna út úr því, það þarf að greina þarna á milli. Það hefur nú verið unnin rekstrarúttekt á einum skóla nú þegar, ég hef nú ekki séð niðurstöðu hennar en hún allavega var í gangi, ég held hún sé búin, Söngskóla Sigurðar Demets. Það verður fróðlegt að sjá hver niðurstaðan úr því verður og vonandi er þar módel sem við getum bara notað á alla skólana í framhaldinu til þess að kanna rekstrargrundvöllinn en mér sýnist að við verðum að sagt okkur að þetta sé skref fyrir skref núna næstu allavega vikur og mánuði og samþykkt af þessu aukaframlagi, hún skiptir verulegu máli og vonandi koma aðrir peningar sem voru inn í því áætlaðar inn í það samkomulag fljótlega líka. Læt þetta gott heiti í bili. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Það er gott að fá tækifæri til þess að ræða hér málefni tónlistarskólana í borgarstjórn í tengslum við það að við erum að leggja fram tillögum auka framlag borgarinnar inn í þetta samkomulag lausn á bráðavandanum sem að var unnið hér á fyrri hluta síðasta árs og ég vil nú byrja á því einmitt að taka undir með þeim sem að hér hafa talað að það hefur tekið og tekur allt of langan tíma að greiða úr þessari flækju sem að tónlistar málefni tónlistarskólinn í borginni eru og flækju sem að ég vil segja að helgast fyrst og fremst af þeim vandræðum sem að tengdu samkomulagi Ríkis- og Sambands-sveitarfélaga frá 2011 og þó að ég dragi ekki dul á það að mönnum hafi gengið gott eitt til við þá samkomulags gerð á sínum tíma að þá komu strax fram alvarlegir ágallar á því samkomulagi bara mjög fljótlega eftir að það hefði verið undirritað. Það voru einfaldlega ekki nægilegi fjármunir þarna til þess að standa straum af kostnaðinu við framhaldsnámi í hljóðfæraleik og með á framhaldsnámi í söng sem að ætlunin var að ríkið myndi fjármagna með aðkomu sínu að þessu samkomulagi og þessum aðilum hefur ekki auðnast á þeim 5 árum sem liðin eru að lenda því endanlega að laga þá ágalla með nýju samkomulagi. Og það er því alls ekki rétt eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingólfssonar að meirihlutinn í borginni hafi dregið lappirnar í þessu máli. Ég vil bara benda á það að aðkoma borgarinnar að lausna á þessum bráðavanda sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal kom inn á hér áðan. Hún lá fyrir heilu ári síðan. Ég var að fletta því upp að það var í maímánuði sem að þetta samkomulag var tilbúið og það var til í drögum reyndar ennþá fyrir í aprílmánuði og síðan er það ríkið sem að ber alla ábyrgð á því að það tókst ekki að klára fjármögnun á þessum björgunarpakka og gerðist ekkert í því máli fyrir loksins í desembermánuði.
á síðastlunum ári þegar kom heimild í gegnum Alþingi fyrir fjárframlagi ríkisins upp á 60 milljónir. Þannig að það ekki við borgina að sakast að menn hafa ekki klárað það mál. Og síðan má spyrja sig, og ég einn þeirra sem að tel að málið hafi verið í röngum farvegi undanfarin ár af því að menn lögðu upp með þetta flækjustig að ríki og sveitarfélög væru að deila í raun og veru ábyrgð og verkum á framhaldsstiginu í staðinn fyrir að vera bara með hreina línur í því að ríkið sjáu framhaldsnám í tónlist rétt eins og annað framhaldsnám í landinu. Það er lang einfaldasta leiðin og hefði sparað öllum þeim sem að þessu koma, sérstaklega geiranum sjálfum. Allar þær áhyggjur sem að þeir hafa haft af rekstrarvandanum og eru mjög skiljanlegar. Það er mjög grætilegt að þetta samkomulag sem að átti að leysa vandan 2011, að það hafi orðið til þess að margir af þessum skólum sem að eru með umtalsvert framhaldsnáma á sínum herðum hafa lent í miklum rekstrarvanda. Og enn eru þessi mál að tefjast. Ég taldi að það væri komið hér grundvöllur fyrir nýju samkomulagi á milli ríkis og sambands sveitarfélaga fyrir svona 2 til 3 mánuðum síðan. Þá voru öll megin atriðin klár. En síðan hefur málið tafist aftur af því að virðist vegna einhvers ágreinings milli 2 ráðuneyta í stjórnarráðinu, fjármálaráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis og geirinn bíður enn. Og ég vil bara hvetja alla í þessum sal til þess að beita sínum áhrifum til þess að reyna að þoka málinu í rétta átt og vonandi gerist það á allra næstu vikum því að það eru auðvitað óþolandi fyrir tónlistageirann í borginni og það öfluga fólk sem heldur upp í rekstri tónlistarskólana að vera stöðugt í þessari óvissu. En ég bjartsýnismaður að eðlisfari og vona sannarlega að þetta púsluspil að það loksins klárist á allra næstu vikum því að það er hárrétt að rekstrarvandi skólana er þannig að það má ekki mikinn tíma missa. En borgin sem sagt búin að vera tilbúin mjög lengi og að leggja fram hér á þessum fundi í raun og veru loka hnykkin í því sem að upp á hana stendur sem að eru þessar 60 milljónir upp í heildarframlagið sem að borgin var tilbúin með fyrir 1 ári síðan upp á 90 milljónir. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Virðulegur forseti, þakka formanni skóla og vísindaráðs að koma hér upp og fara aðeins yfir þetta. Án þess að vilja vera með einhverjar sakbendingar að þá það nú einfaldlega svo, hvernig sem á það er litið, að Reykjavíkurborg ákveður það á sínum tíma að túlka samningi frá 2011 með þeim hætti sem hún gerði. Og það var ekki rétt túlkun og auðvitað var það alveg augljóst til dæmis þegar að einn skóli í Reykjavík reyndar með öðrum ákveður það að stefna borginni sem alveg rosalega stórt skref fyrir stofnun sem að treystir á framlög og samvinnu við sveitarfélagið skuli neyðast til þess að stefna sveitarfélaginu vegna þess einfaldlega að það sér bara ekkert annað út úr þessu dæmi en að það hvort allt búið að vera ef að ekkert gengur eftir. Þannig að sá málflutningur, það sé málflutningur borgarlögmanns, hann náttúrulega alveg segir það alveg skýrt að sú túlkun að með samkomulaginu hafi Reykjavíkurborg verið undanþegið því að greiða með miðstigi söng og framhaldsstigi og svo framhaldsstigi hljóðfæranámi að það ekki rétt túlkun. Reyndar þessi dómur svolítið merkilegur vegna þess að hann þversagnarkenndur í niðurstöðu sinni. Það segir í niðurstöðunni með leyfi forseta og þó ég stytti nú aðeins textan til að koma að beint að kjarnanum. Fallist að það með stefnanda að sú ákvörðun fjárframlags sem stefndi viðhafði með að binda það við fjárhæð, stefnandi náttúrulega Tónlistarskólinn Reykjavík og stefndi Reykjavíkurborg. Að binda það við fjárhæðari greiðslu sem íslenska ríkið fallist á að styrkja sveitarfélagið með gegn umræddri kennslu
geti vart talist í samræmi við áður rakin fyrirmæli laga, númer 75/85, og þetta er reyndar endurtekið síðan aftur í niðurstöðunni. Síðan kemur tvist á niðurstöðuna og ég ætla ekki að fara út í það svona lögfræðilega því það er þannig leiðilegt fyrir þá sem er ekki með þetta fyrir fram að sig og hafa kannski ekki lesið dóminn. En það er enga síður svo að dómurinn er ekki eins afgerandi eins og til dæmis lesa má í svörum til tónlistarskólana frá fjármálaskrifstofu. Því að þar stendur eitthvað að það sé óyggjandi. Það stendur niðurstöðu héraðsdóms nýverið í máli tónlistarskólans í Reykjavíkurborgar að þessi ákvörðun og fjárstjórnarvald borgarstjórnar ekki véfengt. Það er náttúrulega ekki véfengt en dómurinn er engu að síður vaklandi í niðurstöðu sinni. Ég tek algjörlega undir það með þeim tveimur borgarfulltrúum sem hér hafa talað að skiptingin á að vera skýr. Þegar ég var formaður menntaráðs þá átti ég nokkra fundi þetta mál til þess að hvetja menntamálaráðherra þáverandi að taka yfir framhaldsnám í tónlist og ég man nú ekki hvort að miðstigið söngvar með því og fjárhagsáætlanir voru svona miðaðar við það í þeim tilgangi að ýta það. En það sem málið skiptir er það að það var ekki niðurstaðan og ég varð að lúta þeirri niðurstöðu og það gerði þessi meirihluti ekki. Hann ákvað það að halda áfram með því að svelta tónlistarskólana og ákveða það að greiða ekki með þeim námstigum sem honum bar að greiða. Og það er ástæðan fyrir því að tónlistarskólanir eru komnir að þennan stað sem þeir eru og ég ger mig grein fyrir því að menn vilja ekki tónlistarskólunum illt en þeir hafa gert þeim alveg hræðilega illt. Það hefur eiginlega verið gengið í skrokk á þessum tónlistarskólum og það er bara fyrir þá, þar á meðal ég er nú gamall nemandi í 2 af þessum skólum og þar hafði ekki satt í stjórn eins af þessum skólum í 8 ár sem formaður að ég þekki það sko bara það til dæmis að endurnýja hljóðfæri. Það er svo óravegur frá því að það sé með fullnægjandi hætti gert í þessum tónlistarskólum eins og þau eru staddir í dag. Þess vegna það bara að redda þeim í gegnum næstu launagreiðslu getur ekki duga. Ekki til framtíðar og ekki til að þeir nái þá þeim styrkleika sem þeir þurfa að hafa. Eitt af þeim málum sem við erum að fjalla hérna núna er sem sagt erindi frá söngskólanum í Reykjavík þar sem hann óskar eftir styrk vegna greiðslu fasteignaskatta. Og honum er svarað með þeim hætti að lög um tekjusmál sveitarfélaga nr. 4/1995 þau að vísu heimila þetta að slíkur styrkur sé veittur en reglur Reykjavíkurborgar gera það ekki. Og þær reglur eru nú 11 ára gamlar og það er nú svo að lög um tekjustofna sveitarfélaga voru sett í þeim tilgangi að sveitarfélagin hefðu tekjur af opinberum byggingum sem þeir höfðu ekki haft fram að þeim tíma. Og það er sett ákvæði inn í lögin sem að söngskólinn er að vitna til þar sem að félög sem að starfa að mannúðarmálum sem að starfa að sem sagt ekki ágóðaskyni svo sem menningar, íþrótta, æskulýðs og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf. Að það megi sveitarfélög geti stutt slíka starfsemi vegna greiðslu fasteignaskatta. Þannig að þau verið gerð skaðlaus af greiðslu fasteignaskatta og þar að leiðandi að lögin kom ekki bakið á slíkri starfsemi. En Reykjavíkurborg hefur ákveðið að gera þetta ekki. En hefur samt stutt til dæmis og það kemur fram í fjárframlögum til íþróttafélaga að þar er greiðsla fasteignaskatta bætt með þeim hætti en ekki til tónlistarskólana. Og það kemur hart niður og svo frábærum skóla eins og söngskólinn í Reykjavík er stór merkilegur og einn af höfuðskólum landsins og sem að bjartsýni og eldhug sem að hefur alltaf einkennt skólastjóran Garðar Cortés kaupir hús fyrir skólan og engum dettur í huga að það sé gert í ágóðaskyni. Ég vona engi hér inni sé haldin þeirri villu að það sé verið að safna einhverjum auði. Nei, það er verið að gera þetta í þágu tónlistar, í þágu þeirra nemenda sem að sækja í skólan til þess að tryggja þeim varanlega kennsluaðstöðu og námsaðstöðu. Og sem sagt að Reykjavíkurborg
á þessum fáránlega grunn að það sé reglu frá árinu 2004 fyrir 12 árum, setta fyrir 12 árum sem að komi í veg fyrir það að greiðslur fasteignaskatta til slíkra félaga séu greiddar og það er stutt svarið til þeirra með þessum hætti. Ég hef áður, ég bara nokkur sinnum á mínu ferli hér í Reykjavíkurborg flutt það tillögu að þessar reglur verið felldar í gildi og það myndi ekki taka nokkuð tíma. Við getum afgreitt þetta hér í borgarstjórn á einu bretti, þurftum ekki að hugsa það frekar. Það er svona þvergirðingsháttur, svona trjádrumsmennska sem að er eiginlega óþolandi og hjálpar engum en dregur allt niður. Og það eru fleiri skólar sem að eiga fasteignir sem að hafa verið að greiða fasteignaskatta. Það er á meðal Tónlistarskólinn í Reykjavík sem á hæðinni í Skipholti og er svona að einhvern veginn að bjarga sér á milli mánaða. Og það er auðvitað staða sem er óþolandi líka og það er það að vera raunverulega alltaf einhvern veginn svona að betla peninga út úr Reykjavíkurborg, að fá fyrirfram greiðslur, að fá frá auka greiðslur og skólinn, Tónlistarskólinn Reykjavík, fékk auka greiðslur árið 2012 og nú er ætlast til þess þegar kemur að greiðslu þeirra framlega sem að borgarfulltrúinn Skúli Helgason fór hér yfir og er hluti af afgreiðslu sömu fundargerð borgarráðs að þá er ætlast til þess að Tónlistarskólinn Reykjavík og Söngskólinn endurgreiði þessi framlög og þau eru kölluð lán til þeirra. En þeir samþykktu aldrei, þessi skóla samþykktu aldrei sem lán og þeir eiga bara ekki nokkura möguleika á því að endurgreiða slík lán, þá getur bara alveg að hætta þessu. En það er ekkert tekið tillit til þess og auðvitað er mikilvægt að það sé gerð, og ennþá einu sinni er ég að falla á tíma, að það sé gerð svo úttekt sem að stóð til að gera og ég segi það og ég veit að það finnst einhver gaman að heyra það. Þessi meirihluti hefur ekki staðið sig vel. Hann ber ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin og ég heiti á þennan meirihluta. Ég heiti á þennan meirihluta að hysja upp eins og buxurnar og fara að taka á þessum málum í eitt skipti fyrir öll. Því það kom nú fram hér í máli annarkvors borgarfulltrúans sem hér töluðu fyrir þetta mig að þetta væri orðið allt of flókið og allt of marga fyrirtæktir og það er alveg rétt. Það er bara ekki nógu gott og ríkið hefur ekki verið að standa sig heldur, ég skal alveg taka undir það. Það hefur tekið allt of langan tíma líka og þær hugmyndir sem að nú eru upp það að stofna listmenntaskóla sem ég finnst áhugaverðar hugmyndir, þær eru líka ekki nógu ákveðnar. Þær liggja ekki nægilega vel fyrir og það þarf þá að ganga í það mál og klára það. En höfuðsyndin liggur raunverulega í túlkun borgarfulltrúa meirihlutans á því samkomulagi sem gert var árið 2011 og það er höfuðforsendan og höfuðástæðan fyrir þeirri stöðu sem upp er komin í tónlistarskólunum í Reykjavík. Ég vona heitt og innilega að ég sé ekki að koma hér upp enn eina ferðina til þess að halda svona leiðindar reiðilestur og ég tala svona með þessum hætti að því ég vonast til þess að menn fái smá sting í magann og þeim þykir þetta frekar leiðilegt og þeim finnist ég óréttlátur og þeir bara skuli gera eitthvað anskotan til að losna yfir það að hlusta á fleiri svona ræður. Það er þá þess virði, til þess er leikurinn gerður. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu. Þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og við þurfum að bera upp svolítið marga liði. Við byrjum borgarfulltrúum að fylgjast vel með. Við berum upp 10. lið. Beiðni Söngskólans í Reykjavík, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það. Það er ekki samþykkja bara umsögn. Nei. Þeir sem samþykkja það gefur merki. 10. lið sem er beiðni Söngskólans í Reykjavík varðandi fasteignagjalda. Þeir sem að samþykkja það gefur merki. Einhver á móti. Hér berum við upp 10. lið fundargerðir borgarráðs 10. mars sem er erindi Söngskólans í Reykjavík varðandi fasteignagjöld. Þeir sem að vilja samþykkja erindi Söngskólans. Það er undir öðrum lið. Það er annað. Þið segja já við þessu, þau segja nei. Þannig að þeir sem að samþykkja þetta
gefi merki. Þeir sem á móti eru, það er fellt með 9 atkvæðum gegn 4. Þá kemur 11. liður sem eru umsagnir. 11., 12. og 13. eru allt saman umsagnir og við berum upp erindi Tónlistarskólans í Reykjavík vegna kjarasamninga. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Umsögn. Bara verið að samþykkja umsagnir fjármálastjóra. Sagði það. Við erum að taka undir. Þeir sem eru taka undir það gefi merki. Einhverjur á móti. Það telst samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Þá tölum við enn aðra umsögnina fyrir sem er 12. liður erindi Tónlistarskólans FÍH vegna kjarasamninga. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Einhverjur á móti. Það er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Þá tökum við 3. umsögnina fyrir sem er 13. liður erindi Samtaka Tónlistarskóla í Reykjavík vegna kjarasamninga. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Einhverjur á móti. Það er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Þá förum við í 15. lið. Viðauki við fjárhagsárið 2016 vegna aukaframlags til tónlistarskóla. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá er það 16. liður. Viðauki við fjárhagsárið 2016 vegna kjarasamninga. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Og þá er það síðasti liður undir fundargerð borgarráðs frá 10. mars sem er 18. liður tillaga um veðheimild félagsbústaða vegna lántöku hjá lánasjóði sveitarfélaga. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Það er ekki fleiri hvatt sem hljósundu þessum lið. Fulltrúar hafa boðað bókanir, má bjóð ekki. Þú ert eftir hérna. Já, það er annar liður sko. Já. Engin fleiri þetta. Þá förum við í síðasta mál á dagskrá sem